Þá það Drekinn tekinn. Og það eru bara þessi hefðbundnu leikir hérna. Það koma alltaf þessi leikir. Já, og hér hvítur náttúrulega á krossgötum, hvaða afbrigðin allar að tefla. Biskup C4 væri júgóslavneska varianturinn, löngkrókun náttúrulega vinsælt líka. En ég ætla að fara aðeins svona frá vinsælustu leiðunum og skoða hérna G4 sem áhugavert system. Nú svartur á marga svarleiki, biskup drepur G4, biskup D7, biskup drepur E6 og svo framvegis. Ég tek þetta bara lið fyrir lið. Við skulum byrja á biskup drepur G4 sem frekar vafasumur leikur held ég. Nú drepið, riddari drepur. Svartur ætla sér að fá mikið spil á svarturrittanum fyrir peðin. Hér riddari B3 bestur í spilinu eins og sagt er. Svartur hótaði að drepa á E3 og svo á D4 og þegar hvítur leikur riddari B3 þá það ekki lengur á döfinni. Og hvítur vill bara fara á langkrókir að leika biskup E2, H4 og svo framvegis. Nú segjum A5, því svarum með A4. Segjum riddari B4, löngkrókun. Og það ekki sjáanlegt að svartur sé með nóg fyrir kallinn hérna. Segjum að myndi drepa á E3, drottning drepur E3. Hvað segir rókur C8 til dæmis. Það held ég að kongur B1, þetta bara betra á hvítan sko. Rittarinn getur alltaf að vera á D4 næst. Skulum baka. Segjum riddari drepur E3, drottning drepur E3, A5 þá A4, riddari B4, löngkrókur, hókur C8, þetta svipað ég var að nefna á hann, kongur B1, hefur verið telt mörgu sinnum og já, svartur ekki með nóg bara, það riddari D4, biskup H3 líka option eftir það. Þannig að það alveg ástæði fyrir að menn ekki að drepa hérna á G4. Nú þá það eftir G4 biskup D7 sem virkar dálítið órökrétt sko því að hvítur ekki að leika biskup C4 og að spara tempóin sko þannig að já, þetta náttúrulega spurningu leikjaröð sko, það ekkert að ég að leika H4 hérna. Það má líka langkrókira frekar. Svo H4 jafnvel. Og H4 segjum riddari E5. Það var H5, rókur C8, löngkrókun ágætisvariantur. Segjum riddari drepur F3 sem svona að reyna að hræra í þessu. Það teflist það svona. Já, hér eru ýmsir leikir, það til dæmis riddari D4. Ég ekki alveg vissum að þetta sé nægilega mikið hjá svörstum. Nægilega mikið spil. Það svona efast það einhvern veginn.
og þetta með riddar á G4. Þá er líklega bara einfaldast að drepa á G6. Eftir upp í G6, eitthvað svona. Og riddar í D4. Já, þetta virðist ekki vera nægilega mikið fyrir kall hjá svörstum hérna sko. Biskupinn getur verið á H3, kóngurinn á B1, trókur DG1 og svo framvegis. Já, við skulum baka. Já, önnur leið er semst að langkrókera. Það er líka alveg mjög solid sko. Segir hókur C8, kongur B1, prophylactic leikur, rittar 1-5, biskup 1-2, þetta er mjög solid system á hvítan sko. Og segir svartur tefli rittar í C4 eins og í júgoslavneska árásinni. Þá er náttúrulega svartur tempóin undir sko, hvítur leka ekki biskup C4 og leka ekki biskup B3, það leka bara biskup E2. Þannig að hvítur er á undan sko, með fær eitt leik í afslátt sem munar miklu í hvössum stöðum eins og drekanum. Og við skulum baka. Drótning A5 hér er ekki góður, þá kemur riddari B3 sem er sterkur leikur, drótning C7, G5, svo fyrir rittarinn á D5, drótning D8 og það er ekkert að ég bara drepa á A7 hérna og hvítur með mun betra tafl. Já, við skulum baka. Eina leiðin fyrir svartan að búa eitthvað til hér er B5. Við getum nú aðeins skoða H5 en það virkar eitthvað dubious. Tekið að H5, jafnvel H3 kemur til greina. Og svo okkur sem drepa H5. Rittaradreipur. Hérna kemur svo okkur HG til greina, athyglisverður leikur. F4. Svona straight forward og bara F5. Og svo okkur HG1 sem sagt að koma. Og þetta er miklu betra á hvítt að mínu mati. Þannig að kongur B1 og biskup E2 er mjög solid system. Kongur B1 er E5, biskup E2. Þannig að B5 er svona eina træð að reyna á einhverjum counter hérna. Það eru marga leiðir unni, ég held að það sé ekkert að ég dreipa bara á B5. Hvað er að segja? Biskupdreipur, rittaradreipur, svo okkur B8. Þetta getur telst líka svona. Hvítur stendur betur. Þetta er allt saman eitthvað mjög hæpið sko, hjá svörstum. Þannig að biskup D7 er í rauninni ekki leikur hérna sko. Þannig að þar með lýkur biskup D7 kaflanum. Já, næst er það sem sagt rittaradreipur D4 hérna. Biskupdreipur, biskup 1-6 og þá mæli ég bara með H4. Nú drótning A5 er alltaf telt, svartur er að reyna að búa til counter auðvitað á drótningavæng. Þá er A3, hrókur FC8, H5 mæli ég með hérna. Það býðum aðeins með að langkrókera.
Já, þá er hérna B5 leikur og aðri leikir eru biskup C4 eða hrókur A B8, biskup C4. Já, mér sýnir svona H6 vera ágætisleikur, biskup H8, það er alltaf eitthvað svona vandræði hjá svörstum upp í borði í framhaldinu seinna í skákinni. Nú G5, ég var nú eitthvað að skoða líka biskup H3, eitthvað svona, þetta lítur líka alveg ágætlega út sko. Og biskupinn á H8 er alveg úr leik sko, út af F6-beðinu og hvítur auðvitað kallið yfir. Biskup H3 er alveg svona option kannski. Og biskup 1-6, G5. Já, rittari D5. Biskupinn alltaf úr leik. Hann er svona, getur orðið svolítið vandamann hjá svörstum þessi biskup ef hann lokast þarna á H8. Og borðið þetta aldrei veikt ofta eftir H6 hjá svörstum. H-dröpu G6 er ykkur önnur lína sem ég með hérna hrókering. Það er líka teflt að svona. Nú ef B5 þá G5 og biskup H3 og hvít stendur betur. Fyllt eftir með biskup G7. Nei, biskup G4. Segjum svona, biskup G4, segjum svartalegi B4. Já, þá sýnist mér rittari D5 bara að vera betra á hvítan sko. Það er náttúrulega leppur hérna piði. Og svona. En eins og ég segi, H6 er línan sem ég mæli með. Já, til dæmis B5 hérna, biskup H8, H6, biskup H8. Þá rittari B5 sterkur leikur. Nú B4 er annar leikur sem kemur til greina. Svo bara G5 og hirða piði. Nú rittari B5, drottning drepur, kongur drepur, A6, G5 upprópunamerki. Já, ef hvítur hefði ekki átt þann leik sko, þá er svartur alltaf getað drepið hérna með skák. Og svartur stendur mun betur en þá sem biskup H8, rittari B5, þá G5 skemmtilegu leikur. A-drepur B5, G-drepur F6. Nú drepur svona, hvítur betra. Það drepur á E4, þá drepur hér. A4, já. Já, hvítur er með 2 samstæð frípeð. Það er mun betra tafl sko, það er þetta líka biskup D3, C4 eða B4 jafnvel. Hér er ykkur skák sem teltur svona. Já, hvítur var langt á undan sko. Það er þessi H5, H6 sem er oft skemmtilegt sko. Það er líka önnur þeim í þessu, það er svartur leikur hrókur A B8 sem er mjög lærdómsrík. Það var hrókur H2 athyglisverður leikur. Svona biðleikur en hugmyndin er oft þegar rittarinn fyrir að C3 fyrir eitthvað í burtu þá er þetta að dreif með hrók á
H2 og D2 og segjum A6, svartur auðvitað að reyna að leika B5. Þá er það H-dribur G6, löngkrókun, B5. Þá fær hérna drótning G5 fær upprópunarmerki. Þetta er mjög skemmtilegt, þá getur svartur ekki leikið B4 út af drótningi leppar. Já, ég ætla að taka hérna þessa stöðu aðeins fyrir. Segjum riddari H7, drótning H4, riddari F6, biskup D3, B4. Já, hvað gerist þá? Það lítur út fyrir að svartur sé bara á undan, en þá er hérna mjög sterkur framhald, hrókur D, H1. Riddari H5. Og ef hann hefði drepið á C3, þá hefði nú bara verið hérna líklega að finna mátið, sko. Já, B4, hrókur H1 sem sagt, riddari H5 til þess að reyna að loka H-línunni. Biskup drepur G7, B drepur A3 er eitthvað framhald hérna. Biskup D4. Já, þetta teflir svona. Það er ekki að sjá að svartur sé með neitt hérna, sko. Hvítur er á undan. Þannig að mikið hægt að muna að drótningin á A5 og leikur B5, þá getur verið gott að eiga hann að drótning G5 leik, sko. Nú drótning C7, þá er það E5, riddari D7, drótning H4 með svo. Lítur nokkuð vel út, sýnist mér. Svartur er svolítið viðkvæmur á H-línu þetta. Það er náttúrulega fórnað peðinu hérna tímabundið. Það er semst okkur alveg saman peðið. Peðið loka bara skálínu biskupsins og G7. Og við ætlum að leika biskup H6 og bara fara að máta svartan. Skáka á H7, biskup H6. Já, þetta er mikil sóknarstaða. Til dæmis F5, það er bara drepið, biskup drepur og biskup H3 og hrókarnir eru allir að koma hérna á línurnar. Já, maður sjá, drótning G5. Biskup C4, biskup drepur C4, hrókur drepur C4. Og hérna einhver lína. Drepur á E7 skák, kongur F8. Já, svartur er með 2 kalla upp í hrók, en það er opin kóngstaðan. Og ég sé ekki betur en þetta sé einfallega betra á hvítan hérna en drótning D2, sko. Segjum riddari 1-8. Þá er spurning, þetta veljur ýmsu, sko. F4,
sé svo sem ekkert að F4 bara. Baka aðeins, það getur verið fleiri möguleikar, Róku G2, Róku DH1 til dæmis líka. Afsakið, Róku DH1. Það er sjá þetta, það er uppi hér já. Rókur HD2 var líka áhugavert sko, það hóttu að drepa D6, þetta er 1.8. Já, ég held þetta sé nú heldur betra á hvítan sko. Það virkar svo opið fyrir svarta kónginn sko, kannski kóngur B1 hérna. Svo, já, mér líst vel á hvítstöðun hérna, ég ætla að baka. Þannig að þetta er sem sagt þetta trikk þetta með drótning G5. Já, þá erum við búin að taka fyrir riddara drepa D4. Þá er komið að aðaleiknum 9. biskup E6 sem er að mörgum talinn besti leikurinn hérna. Nú við drepum á E6, eftir E6, löngrókun, riddari E5. Nú ef hann svartur leikur hókur C8, þá kemur biskup C4, drótning D7, biskup E3, pressum á E6. Og riddari A5, H4, riddari C4, drótning D3, drótning C6, H5, hvítur með betra. Ég vil ekki hafa þessar línur of langar, þetta er svona ætti að skýra sér sjálft, hvítur er með rými og engin vandamál. Skulum baka. Já, sem sagt riddari E5, biskup E2. Drótning C8 er aðaleikurinn. Drótning A5 er líka hefur telst sko. Þá er best að leika kóngur B1. Rókur AC8, riddari B5. Já, það er mjög oft sem við viljum sem sagt manúvera riddaran á D4 með riddari B5 og D4 til þess að ráðast á E6 veikleikan hjá svörtum. Já, drótningdripur þá er nákvæmast að drepa með biskup á D2. A6, riddari D4, kóngur F7, biskup C1. Hvítur stendur betur, það er bara biskupar og svartur með veikleika. Og svona þægileg staða, næsti leikur hjá hvítur með líklega C3 og eitthvað svoleiðis. Svo þetta leika H4 eða já, það er ýmis plön, jafnvel H3 og F4, rókur H1 og svo framvegis. Riddari F7 er annar leikur, hvítur er náttúrulega með 1 veikleika, F3 er stundum aðeins eða svona dálítið veikt. En hvítur leikur riddari D4, hótar á E6, kóngur F7, biskup C1. Þannig að þetta er svona, riddari C6 er ekki góður út af riddari E6, teflir svona, sýnir þetta bara. Og tjaldið fellur.
smá taktík hérna. Nú riddari C5 auðvitað betri leikur, en þá C3 bara betra á hvítan. H4 að koma og riddari getur farið á C2, manúver sér á E3 og hvítur biskupar. Skulum baka. Þannig að dróning A5 ekkert sérstakur leikur að mínum mati. Og dróning C8. Já. Hérna var hérna var alltaf H4 talin bestur, en ég ætla bara að sýna ástæðina fyrir því að ég vel hann ekki sem sterkasta leikinn fyrir hvítan hérna. Ég held að svartur getur telt þetta svona, riddari D7, segjum H5, og þá þáttu riddari D5 voðalega sniðugt á sínum tíma og menn heldu að hvítur væri með miklu betra, en svo var eitthvað drekabatt sem ákvaði að kafa dýpra og rannsakaði þetta. Þetta svona svolítið þingað sko. Hún á D6, það var að valda það. Þetta blir svona. Og hvítur græði peð hérna, en riddari E5 og ég ekki nógu hrifinn af hvítstöðunni hérna sko. Það riddarinn góður og ég held að svartur sé með ágætis bætur fyrir peðið sko. Ég ekki að segja að hvítur getur unnið þetta. Þetta allt saman vel blokkað sko. Já, semst þetta er dróning C8, þá ætla ég ekki að mæla með H4 eins og ég fór yfir. Ég ætla að mæla með hérna hrókur HE1 sem að centralesa hrókin. Þetta er ekki algengur leikur, en þeir sem hafa verið að defla þetta hafa skorað ágætlega. Ég ætla að sýna nokkra skákir, allavega 2 skákir. Það teldist, önnur teldist svona, riddari C4 tekið. Bartel frá Pólandi var með hvítt. Biskup D4. Nú hann leika E5. Biskup 1-3. B5. B3. Riddari A4. Já, þetta er orðið svona eins og einhvers konar nættorf, nema biskupinn á G7. Kannski ekki alveg nættorf, en það er svona smá líking. Já, hvítur fekk bara þessi þægilega stöðu hér sko. Og svo vann hann þessa skák nokkuð örugglega bara. Já, greiði hann peð og hann gafst upp hérna. Þannig að þetta er ekki svona eitthvað þvingaður vinningur en eitt svoleiðis, bara teflir skákina með hrókin og einum. Já, annar leikur riddari FD7, þá er hugmyndin F4, riddari C4, E5, reyna að nýta þessa leppun hérna á riddaranum. Riddari B6, E3 D6, hrókur FD8. Hérna er einhver skák hjá Konenko á móti Víkuts. Konenko með 2600 stig. Já, hrókur E4 var líklega nokkuð sniðugur leikur hérna. Fór hérna í eitthvað endatafl sem sagt, og svarta peðastaðan er harmileikur, 2 tvípeð. Og svo vann hann þetta svona bara.
Já, þannig að ef riddarinn fer hérna á D7 þá er oft F4 sko. Já, valdar sem sagt G4 byggði biskupinu E2. Nú hrókur A8 hefur líka telst. Það fór svona. Svartur er með 2 hróka verið drottningu. Já, og hvítur er með 2 hróka verið drottningu og þetta var bara ekki nóg. Þannig að ég ætla að baka aðeins. Sem sagt í þessu hérna mainline sko. Þá held ég því miður að H4 sé bara hugsanlega jafntefli sko. Þess að við fórum yfir áðan í þessari línu. En hrókur H1 og hvítur er að spyrja svartan spurninga. Hvernig hann ætlar að tefla þetta áfram. Og við erum búin að sjá 2 dæmi hérna í riddari C4 og riddari FD7. Og ég myndi segja að boltinn væri svolítið hjá svörstum hérna að sýna fram á hann sé ekki með verra. Þannig ég ætla að mæla með þessari leið. Og já, þar með er ég búinn að fara yfir drekann en þetta er ekki svona þvingaði vinningu, bara svona hugmyndir hvernig hægt er að tefla á móti drekanum með hvít. Takk fyrir.